Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall en einu sinni og gestir mínir í dag til að tala kannski mest nótaveiðar og uppsjávarveiðar að stæðstum hluta. Það eru Gunnar Gunnarsson, Jón Eyfjörð og Grímur Jón Grímsson. Allir fyrrverandi skipstjórar og reyndar Gunnar ennþá skipstjóri á handfærabát, strandveiðibát, ekki rétt. Jú. Og strákar, mig langar bara að byrja, því segir svona í stuttu máli hvenær þið byrjuðu til sjós og hvaða veiðarfæri, á hvaða veiðarfærum voru þið? Og ég byrja? Já, þú byrjaði. Já, ég byrjaði 14 ára. Já. Hérna fekk pláss hjá Stefáni Einarsinni vinur mínum, hann var bjóði næsta húsum sem heitir Sandgerði. Já, já. Þar voru miklir fiskimenn og ég var hálfdrættingur, ég fekk helmingina sem ég dró. Já, já. Og ég hafði alltaf verið sjóveikur, ég var aldrei sjóveikur hjá Dedda. Nei. Ég var svo hræddur við hann. Hann blótaði alveg og tétt, sko, í 10 metrar að draga andan, sko. Ef þú varst sjóveikur eða eldir. Ef þú varst sjóveikur eða eldir. Nei, ég var bara eitt sjóveikur hjá honum. Nei. Það sjóveikur í hætti hjá honum og bara. Já, já. Jón. Já, ég byrjaði mína sjóvaska á eldi frá Keflavík, þá 15 ára gamall. Og fekk nú pláss, fyrir einhver mistök. Það var að, eldi var nú mikið aflaskip, sko. Og það var dauðsfall hérna og eitt þurfti að fara í land í eitt túr og ég var tekinn hérna borð og svo endist ég þar bara. Það kom ekkert aftur og ég fekk plássið. Já, já. En það var mikið slegist það var pláss á eldi. Og hvaða ár var það? Þetta hefur verið 60 og hvað? 64 sannlega. Já, þegar síldarævintýrið að byrja. Já. Svona einhverju viti. En Grímur? Já. Þú byrjaðir einhver staðar til sjós? Já, það var 64. En ég fór á síldamerkingar. Já, já. Og það var á 15 tonna bát sem að skipstjórinn og pappans og bróðir hans byggðu sjálfir. Já, já. Auðbjörg hét þetta skip og þetta var Ásmundur Jakobsson og bróðir Jakobs Jakobssonar fiskifræðings og Hafrannsóknar stjóra var það ekki. Jú, jú. Forstjóra Hafrannsóknarstofnunar. Þetta voru mín fyrstu spor í þessu. Já, já. En svo farið þið allir eigið það sameiginlegt að hafa farið í stýrimannaskóla og orðið stýrimenn og svo skipstjórar. Ekki rétt. Jú. Og og þið tóku náttúrulega þátt í þessum síldarævintýri sem var. Reyndar kom nú stopp í síldveiðar að stórum hluta 68 þegar síldin hvarf sem slík og þá fóru menn að veiða annar staðar, Norðursjónum og náttúrulega því hafið þá tekið þátt í að veiða bæði við Jan Mayen og Svalbarða. Já, ég lenti á þessum stöðum og var að veiða við Jan Mayen og Svalbarða. Já, já. Og landaði í skip. Já, bara flutningaskip. Já, já. En þið? Já, líka. Þið hafið tekið þátt í því? Já, já. Já, já. Þessi síldarorðarna, ég var á Faxa. Já. Og þá var styrstaflóstan 37%. Já. Og þetta voru alveg gríðarlega tekjur þarna. Já. Síðan hefur þetta síið svona alltaf ótjafur hliðina, sko. Já, það var ekkert olíugjald þá, tekið frá hjá skiptum. Jó, það var nú reyndar greiðtar gjald. Já, en ekki svona hátt eins og það í dag. Já, já, já. Og aflatryggingarsjóður. Já. Það var fórt svona hátt í það af þess eins og við seildum allir í land og fluttu þetta í trefni til að afnema þessari sjóði
þau voru aflagði strax Já, og stofnu kostnaðarhlutdeild sem tók alveg jafn mikið. Allir fóru ánægðir á þjóðinu aftur. Já. Breytt engu. já. Það var svona barbabrella. Já, barbabrella, já. Þær eru margar, barbabrella. Já, jú. En þið hérna stunduðu líka allir síldveiðar í Norðursjó. Já. Og hvar lönduðu þá? Já, við löndum fyrst í Rómskarhaldssinni og löndum í Skagen. Já, Og þetta var algjör, stundum bara viðbjóðslega þrældómur, sko. Þannig þegar maður veiðan í Skagarætinu, sko. Það var bara leið fyrir utan og kláraði kassa og svo fórum við inn og löndum og tókum við inn á kassa og fórum að kasta. Já, og aftur byrjaði fjörið. Já, þetta var ekkert gefið eftir. Nei. Ég var hann í hissa, sagðilega. Þessi ár sem ég var þarna. Já, Það var alveg saman svo Gunnar að lýsa, þetta var ekkert annað tröldómur. Og lítið út úr ég að hafa minni mig, ég held að þetta hafa... Það var Lundunpeningar. Já, þetta, það voru helst löndunarpeningarnir. Já, Það var gjaldirinn. það var gjaldirinn, það var svona skattalaust, það var svart. Já, En þú sér það hérna, þarna þegar við erum þarna í þessu brasi, þá byggðu færingarnir hafa alltaf verið 10-15 norrundar okkur. já, Byggðu Krónborgina og Norrborgina, sjótælingu já. og tóku bara einu túr það sem að við vorum að taka alltaf eftir hérna. Já, það lá við. Ég man eftir fyrst þegar ég var í Norðursjónum 1970, þá var komin Gullfinnur Já, og svo Finnur Fríði og hvað þeir hétu færingarnir. Og þetta voru yfirbyggð stór skip með tanka. með tankar. Og þeir dældu bara í kælitanka og fóru svo í land og háfuðu upp úr tönkunum og kossuðu raunverulega bara á bryggjunni. Já, en hérna, sko, ég tók Þórshamar sem var smíðaðar af færingum Já, og hann var svona tankaskip og smíðaðar vildi með 6 töngum ef ég maður rétt og hann var með svona skemmtilega útfæslu, sko, þetta var helmikið minni vinna að vera á honum já, og svo var hann fyrsta skipið sem fekk vakuumdælu líka. já, geta dælt á milli tanka þá eða Nei, til þess að dæla í land. til að dæla í land, já. Þannig að þetta var svona, þetta skip að smíðaði Færeyjum og þetta var mjög gott nótaskip og auðvitað að Færeyingar voru svona á undan okkur að byggla heim í þessu Alltaf á undan okkur. Ég man eftir hérna á Rauðarstrætjónu þar og við lágum að límdir og seglið að binda það niður yfir aflan. Já, Komum þeir á ásportinu og ísportinni já, og byggja yfir já, tvídekkaðir og það var hlegið og þessi ósköp að helvið svolítið færingar búin að byggja dekku við aðardekkið. En þetta bara gerðu við svo 20-30 árum seinna. Já, Gunnar og Eldborgin. Já, hann var náttúrulega fyrstur, Eldborgin var sko, fyrsta skipi sem var yfir. Sko, Já, fljótur að taka upp það sem sá var gott. já. En þetta voru miklar breytingar á þessum árum. Rosalega breytingar, sko. Þegar þið eru að byrja þá eru þið á kannski 60-70 tonna bátum og upp í þótti flott skip 120-30 tonna bátar. Já, 70 tonna bátur sem ég byrjaði á síld og þetta var þó nokkuð mikil vinna að draga korkatinin heila hringi kringum stýrishúsið og raðaði upp hinum minn. Já, babórsmegin. Já, mér fannst það mesta byltingin á þessum síldarárum þegar menn skáraði að bróðvagnum og bjöku til grefjur. Já. Mér fannst það alveg bylting. Já, það var allt önnur vinna. Það var búið að taka næturna niður. Hérna settu svona blökkarnir ofan og... Þórshamar mitt kom svona, sko, frá Færeyjum. Já, hann kom svona. Það var með 2 kossum. Nei, 1. Ég var með hann á undan þér, kláraði eina verti á honum og það voru 2 nótakassar. Ok, það var breytt þegar ég byrjaði. Já, það var seinna, sko. En hann var með 2 og var með þess að það voru 2 nætur borð. Já, það er bæði grunnót og djúpnót. Þá hafa það verið minni. Já.
En þið takið náttúrulega þátt í þessari þróun að vera með litla nætur, til dæmis á loðnunni, voruð þið með þið byrjaði að veiða loðnu bara 1970 eða eitthvað svoleiðis? Já, miklu Fyrr? Já, mikið fyrr. Já, við fórum aldrei austur fyrir Hornafjörð. Það var beðið þarna eiginlega og þar byrjaði loðnuvertíðin, velti eftir jökli og svo kom önnuganga, það kom eftir árgangur og svo var það nett. Sá sem byrjaði loðnu veðarnar, það var Hrólfur og ég man að þeir sögðu Árna Magnúsinni. Já, sjálfsagt. Já. Og þeir sögðu sko, þú vilt drepa allt. Já. Þú getur ekki látið neitt í friði, sagður við hann. Svo var þetta að feikna mikið atvinnuvögur. Já. Gæti verið það ennþá ef að þetta er að orma sér sem með trollinu. Mjög líklega. Ég er alveg samfærið með það. Já, ég líka. En það er dálítið sérstakt að þegar við byrjum að veiða með flottroll, öfugt við það sem til dæmis normenninni gera. Þeir veið ekki með flottroll, hvorki síld né makríl einu sinni og ekki loðnu. Þeir sleppa því að vera með flottroll. Já, þeir taka makríl svo leiðis. Ég fór á makríl. Já. Einan sælastættin sögunni og landaði svo Noregi, 200 tonn sem ég fekk þarna. Það borgaði mikið og hann sagðist ef ég hefði fengið til nót, það var miklu verð. Og svo var hann að segja mig hvernig þeir umgangast þetta alveg eins og þeir sé að dæla eggjum. Þeir eru með lestarnar fullar og lensa svona dettingin og mikli hæð og umgangast þetta er allt önnu verð sem þeir að fá og þetta er allt á Japanmarkað. Já. Þeir ná miklu hærri verðum úr makrílnum heldur en við gerum. Já, það er... Þeir ná því úr öllu. Það verður að líta á þetta alveg raunhæft. Við fengum mann af norsku skipi til að kenna okkur á níðurleggjara og þetta var á síld og þá var verði hjá okkur 12 krónur en það var 40 og eitthvað krónur hjá þeim. Hann átti ekki til orði yfir þetta og þetta var, við vorum að veiða þetta rétt fyrir utan Vestmanni, þetta var nokkuð bara klukkutíma gamalt eða guð má vita hvað, þetta kom inn og lúxusvara en þetta var bara allt annað verð. Já. Maður bara síðast þegar við veitum loðnu fyrir ári síðan eða 1,5 ári síðan að þá voru skip að koma frá Noregi og Færeyjum og þau voru að fá helmingi hærra verð heldur en íslensku skipin. Já, annars hefði þetta komið. Nei, þá hefðu við bara farið heim til sín. Þar sem við fengum hærri verð. Það, Jón mann eftir því. Við vorum fæðingandi samt við okkur. Við stifti, fengum síld í Færeyjaflokksjóni. Já. Þetta var árið fyrir smugusíldina. Já. Þetta er 92. Já, við farðu vallega með ár, það er ekki víst við muna. Það er eitthvað, það stiftir engum á 1 eða 2 ár. Og við vorum þarna 3, Gullbergið og Börkur, eða Beitir, Börkur. Fundum við neitt að það voru Sunnali í Færeyjaflokksjóni og svo fóru þeir félagar mínir heim, kvöldum ekki eins og og ég fór til Færeyja og þeir voru bara þá sögðu mér skipstjórar að þeir varu mikla síldnorðið smugu. Já. Og ég skildi bara fara þangað. En það ætla 30 vikna gömul frétt og ég leist ekki að fara einn þarna. Svo ég fer norður að leita loðnu. Svældist þarna allan kantið við restan og til Skúrispísund og þaðan til Jan Mayen og Eggvingrunni og allt þetta. Það var svona eins og fjallstoppur í botninum 120 mil norður af Rauðanhöfn. Og þeir hefði alltaf byrjað undan okkur sumarlóna norðmennir. Ég var með punkta sem hérleika mér frá þeim og þarna ég fór yfir þetta var mikið að
þarna, ég sá hún ekki þar. Svo ætlaði ég að fara Grænlandskantinn heim bara og þá kom ís þarna, þetta var tvistréttir og það var svo stutt í einu fjálsam og ég síldi á hvað. Og það var bara stærsta lónutóri sem ég séð á auðinni. Já. Þetta er ég 30 ára seinna. Já, já. Það var rétt að það var svo gaman að því, hann var hérna Nógir að leita líka, þið fekk ég 3 túra. Já. Og hann hérna, Magnús, ég hafst þeim svon. Valda þegar vorum 2 þarna. Já, svo komst þú. Já. Það hérna, hann var fiskifræðingur, var nýútskrifaður fiskifræðingur. Já, Magnús Þór Hafsteinsson. Já, Magnús Þór Hafsteinsson. Ég kallaði Nógir hann og það var svo ég kastaði 2 í þetta og rosalega mitt ettir og gaf honum og fylgdi hann og ég heyrði hann degja út bara 1000 takk alveg, þakkaði mig fyrir alveg með hann, ég heyrði í honum. Já, já. En þeir héldu þessu, leyndu hana framan á, Já, svo hérna fer ég til Raufarhafnar, það var eina verksmiðja sem var komin í standana og ég var búinn að landa þegar ég heyrði þér hvað er að koma út. Og verði Þór hvað hann alltaf borgaði mig fyrir þetta. Þá var ég mann það endan í janúar hefði hann borgað held ég 470. Fyrir kílóið. Já, eða fengið á vopnaði þetta. Það sagðist náttúrulega ekki geta gefið það upp ef hann væri búinn að sjá nýtinguna. Já, já. Og mesta nýtingin enn á sumrin. Já. Svo fyrir þetta út og annan túr og hérna og þegar ég til í síma var hýtti ég Þorður minn og spurði hvort það búin að verðleggja það. Já, það hefur ekkert máli vinni, borgaði vel fyrir þetta. Já, það var fínt, sagði ég. Hvað það kannski líka kalla hann, ef hún mættir á rækjubíla þarna til að koma. Hvað ætlar að borga? 370. 370. Ég held að vera að grínast. Já. Hann var þetta fullkominn alvar og svo ég sagði þú vilt hvað með þetta á 370, ég selði ekki á 370. Þá hlóði hann. Já, já. Fyrir hvað ég ætlaði að selja, ég sagði maður engar átti við því og úr til bæri, stórtappaði náttúrulega því. Já. Það fekk náttúrulega, þetta var svo lág. Já. Fekk náttúrulega miklu betra verð og ég var eitthvað sögum fyrir Langanesið, það var hringir Ingimundur í mig. Já, útgerðarmaðurinn þinn. Blessaður. Útgerðarmaðurinn þinn. Já, einstakur heiðursmaður. Já. Þegar það hringt í sjálfsráðið veturna, þeir voru með eftirlit. Já, já. Og fæðið var ekki löggilt markaðsfæðið eitthvað í Bandaríkjunum við voru það. Og hann að koma við og vigtafla í landi. Það gæti ég komið tvopnað það. Hann hélt að hann hafi rétt mála. Það segir svo að þeir verða að skaffa ílát undir þetta. Já, ekkert mál, elsku vinur. Hvað er þetta mikið? Ja, þetta svona 780 tonn. 780 tonn! Við hefum eitthvað ílát undir það og ég hringdi í seinna. Svo hringdi hann og hann var að kaupa leiga flugvél og fljúga með Þórð Árvöldu þegar við erum okkur út. Hann var konið í þetta eftirlit. Já, já. Hann kom borðið og sagði, við höfum alltaf fengið hærra verð og meiri vikt. Ég vissi hvernig hann alltaf fengið með. Og ég spurði hann að því, hvað er þú að gera þetta velagi? Ég veit eitthvað það, sagði hann. Hefur ekki bara að spila bridds. Já. Þarna átt að reyna að stoppa þetta. Já, það er ekki fyrsta skipti sem að menn hafa að reynda að koma. En menn hérna trúðu þess ekki að það verið svona mikið loðna þetta norður frá. Nei. Svo mannst. Við fórum hvert túrun á fætur öðrum og þósamrið hana. Já. Og fallið loðna. Já, rosalega fallið löndu hjá Þórði. Og það var alltaf verið að hringi með aðri skipstjóra þegar þetta passaði bara ekki inn í ritúalið Já. En svo var það ekkert sérstök loðnu vertíð það haust eftir. Nei, og þá þið eru að tala sumarloðnu í upphafi sumarloðnu veiða. Já. Já. Og því að bátarnir voru flestur á rækju var ekki þegar þetta var Já. Það mátti byrja á sumarloðnunni var ekki 20. júní eða var það 20. júli? Það var nú misjafnt, ég stildi nú aldrei þess
opnanir, kortir yfir 12. júli eitthvað, júli. Ég held að þetta hafi nú verið svolítið fyrir sem þess að sumarlóðnu við byrjuð, það var löngu áður en við fórum í þennan rækjuslag. Það var þegar stoppaði sumarlóðna, þá fórum við í það. En við byrjuðum, ég held ég að verið stýrimar á Guðmundi þegar við byrjuðum á þessari sumarlóðnu. Já. En við byrjuðum alltaf seinna. Já. Þetta var svona sérstakt. Þetta var alltaf önnur loðuna sem við vorum að veiða sem að Gunni var að vitni í, sko. Ég samfærið það að það var náttúrulega sagt að dræpist öll önnur hrygningu. Já. Við vorum að kasta, eftir að við vorum búin að hrygna, þá vorum við að kasta. Þetta við jökulum við það. Já. Fengum bara kallega heng. Já. Upprifin og nú kviðurinn. Við fengum aldrei hrygnur. Og svo var ég að kasta stundum á torfur sem var á suðurleið og það hún sitti bara í gegnum nótina á mér og fekk að sé einhverju víti. Og eins fyrir sunnan, það var vesturleið, svo sá ég norska rannsókn og sá svo myndir líka, voru tekna myndir af hrygningunni og loðunan, kallinn, þetta er loðuna því hann verður loðinn. Já. Það er rönd. Já. Þeir eru tveir sem taka hrygnuna, haldir með loðnröndinni og hálfpartinn kreistana og djöflast í sandinum. Já. Þegar koma hrognum Niður. og silur niður. Þeir tjónuðu sig bara svona, þetta var ekkert verið að drepast út að það var svo, hrygningin væri svo erfið. Bensíli lifði eiginlega allt í þessari norskurannsókn sem ég las. Það voru 85% sem lifði, þeir kannski sjá þetta betur að þetta verða næsagt einn og fjörðum og svona. Og hún fór þarna norður í ætti, kom eitt aftur, hún regnur bara einsinni. Og þetta voru við vorum hálsós ábýra 4 og 5 ára lónastundum, kvöldaði grænlandslóna, hún var svo stór. Strákar, þið tækið þátt í því að þegar að farið að veiða loðnu á sumarvertíð með flotról. Nei, var það? Já. Var það? Já. Á hausti Það var á hausti, það var aldrei á sumri. Ekki á sumri. Nei, það var á hausti. En það var þegar að fór að líða á haustið, þá fóru menn að veiða með flotróli. Það var eiginlega byrjað þessi flottrólsveiðar á að sjá fisk á síldinni. Já, það byrjaði þannig. Ég held að þessi ekki alveg rétt, ég man eftir nafnaðinum á Elborginni. Hann byrjaði að veiða loðnu í flotról og við gerðum þetta á Guðmundi með 4 hlerum. Og það var flott, maður hefur búin að flækja þeim öllum saman. Það var alveg, þá þurfti bara að fara í land með trössun og það var allt ónýtt. Hérna á Rauðatorginu voru þjóðverðarnir og trolli og minnir einhver íslensk tóður að vera troll. Það var ekki vikingur og ég maður nú ekki alveg svona. En þetta var Gunnar held ég sem byrjaði á þessu og svo tókum við þátt í því þarna á Guðmundi og hann náði oft 1, 2, 3 túrum áður en vertíðin byrjaði í flotról með þessum græjum. Áður en byrjaði að veiðast í nótinu. Áður en fór að fást, þá voru allir bara með grunnnætur. Þetta var hann oft búin að ná þessu kallinn. En þið tækið þátt líka í því að veiða eftir að 1968 þegar síldin hvarf. Þá farið í Norðursjóin, svo farið í víða annað, þið farið annað. Þið farið til Nýfundnalands, þið farið til Ameríku, þið farið Afríku, Máritaníu. Lentum við ekki báðir í því? Já, og eins í Ameríkunni. Já, ég fór aldrei þangað, en við fórum þarna. Nefna það var hryllilega heitt sumar þarna. Heitt sumar? Já, það voru upp í 38-42, en við náttúrulega unnum bara nóttunum. Já. Ég var Óskar Haldursinni, svartmálaður, engin loftrætingar, ég fekk svona tremmu, ég svo pöttur á það, ég var í kóinung, held ég væri vakandi, ég held að... Það hefur ekkert verið út af einhverju öðru. Nei. En ég lenti á Nýfundnalandi, tvisvar. Og hvernig var það? Það var bóku við því, sérstaklega fyrra árið. Já.
Og það var En loðuna. sennilega það þurrkuður þegar þá loðinu upp hérna Japanandir. Það sagði Jón Björn vinur okkar, Já. hann hélt því fram alveg statt og stöðu, þannig horfði á Ég það var og bara með- taka það. Já, ég var með honum hann Já, sko. já, Voruð þið á? Japanina. Þeir voru með þetta ægilega flotta að það. Já. Og voru þeir að veiða í nót eða Nei, troll? Troll. Troll. Það er svakalega flotta. hann sagði þeir eru ekkit kunnað á þetta, þeir komu bara röðina að þessu Já. og byrjuðu að toga og svo bara þrengdur allt á hringin. Já. Utan allt veiði svæði, svo var það bara Leið og búið. við köstuðum sko, stara, þá bara hópuðu þessu saman og komum bara eins og herskip á okkur sko. Þetta var svona síldin þetta við vestan líka þetta við vorum alltaf Cape Cod og þar. Já. Hvar er það? Það er dottur norður Boston Já. og máttum ekki veiða fyrir 12 mílur og Nei. ekki landa fyrir 3 mílur. Og það var veldig góða reglur hjá þeim. Máttur ekki landa? Nei, það kom skip og tók Og þið hafi landað í flutningarskip. máttum ekki landa fyrir 3. Ekki hérna bræðsluskip sem að brætti. Nei, það var hlutum sér plötsett svo Já. í börla og það er hérna, þeir voru búin að vera þarna lengi, sko, örnin og hérna þekktu þetta allt saman og svo bara var sæmileg við, það kom lofstéttarmaður með okkur út, séttarmaður og var svona milliliður. Já. Og menn voru að senda honum, svo meldingar og svona. Já. Jæja, þetta var sæmileg við, bara byrtist ekki rússneskum floti var. Svo vestast hann var bara línni og svo var bara röðin alveg vestur í raskat og dróðu sér eftir. Og máttu þeir þá koma Þeir voru upp að fyrir 12 mílur? Þeir voru fyrir utan. Utan 12 mílur? Þá var landhelgin bara... Já, það landi ekki á 12 mílur. En þetta er, hvaða ár er þetta? Milli Þetta er 1970, 79, milli 70 og 80. Já, við vorum að þetta sumar 79. Það var ekki hreistur eftir þá, sko. Það var, þeir fóru þessi vönu, fóru bara í land og voru að skoða Hvítuvellir og Níkarafasana og svo voru þeir sem voru að því byrja, þeir voru eiginlega vissir að, því að þeir komu svo aftur, þá var það glæðast hjá okkur, að þeir var að við einhvern sem var stilt íslensku og tólka það sem við vorum að segja við lofstéttarmanninn í New York. Já. Þeir voru bara, þeir vissu þetta. Þetta splundraði öllu. Og þetta hefur náttúrulega verið algjör rányrkja þá í þeirri merkingu. Sama var þetta í Nýputaland, svo var allir bara stoppað sko. Já. Það er bara all fiskveið var ekki, ég held að Jó, öllu fisk. og hérna rányrkja var svo mikil í þessu. Þetta var nú prófað svona hitt og þetta á þessum árum. Ég man eftir að hafa tekið þátt í það að fara að veiða spælling á þessum skipum í troll og það var nú ekki mjög glæsilegu kokteil. Það var frekar sveppulegur kokteil. Já, þetta varstu líka í því. Þetta voru ísuseiði og... Það var alls konar fiskur sem kom með. Alveg frá rækju og upp úr. Já, humar og... Svo gulleflan? Já, ég lenti ekki í því. Lentir ekki í því? Nei. Nei, talaði nú ekki um það. Það var nú meira ruglið maður. En það var ýmislegt prufað á þessum árum. Þetta er rán nummer 1 sér sko, það var að prófa þetta alltaf. Við vorum sendir með fiskifræðing með okkur þegar þetta var að enda, Svein Sveinbjörnsson, og hann kallar í mig sá sem var með huginn þá og segir að sé hellingur og spælling fyrir ofan þeir sem þeir eru að veiða, voru að veiða inn í bugt. Og við fórum þarna, ég og fiskifræðingur með það í brjóstið og út með flóttrollið og alveg kjaft fullt af fiski. það bara flaut allt saman upp. Þá var þetta engin spælling, þetta var bara fiskunir sem að flúðu undan þeim. Þarna tókum við, svo fórum við næst, þetta voru 4 hól sem ég tók held ég með þessum fiskifræðingi. Svo fórum við næst út við Sursey. Þar fengum við 30 tonn og það var bara dræ í Surseyði. Var svona þéttir í því mörskur í þessu? Já, þetta var bara smákvikindi. Svo fórum við, næsta hól var á Selvógnum og það var eina sem við hirtum. Þá fengum við 100 tonna síld.
Já. Svo fórum við við eldina, tógum þar góða stund og þá var bara rækju og þá sagði nú best þú fara í landur og hættir þessu. Já. Og síðan þá var þessu bara hætt. Já. Þetta var- Sjáðu nú til dæmis þarna þegar ég var að byrja á Faxa. Man veit ekki hvað árið það var. Eftir Lónvettinu fórum við á Þorskanót. Já, Við tók þátt í 2 Þorskanótvertíðum. Ég bara mann ekki alveg. Ég held að 68, 69. nei, að fyrr. að fyrir Var það fyrr? Já, ég held að 4-5 hafi verið fyrir vertíðina 30 þorskar í tónnið. svo stórir. já, já. Það var Ég- ekki hægt að hengja þetta upp eða neitt. Já, Og laus í sér að þessi saltaf, ég veit að stifstjórnir voru hræddir við þetta. Og hafði Já, samband við Hafróð þess að þetta eldgóðum kring, þeir alveg drepa bara með þetta í kúnu. Jón Jónsson sagði það á sínum Já, já. tíma. Þeir halda margir hverjir að þetta hafi verið fiskur sem að hélt uppi stofninn. stofninu. Já, þetta voru náttúrulega mest rignur. Já, þetta er svo náttúrulega að góð ákváðan. 30-40 kíló af fiskar. Já, 56 held ég að þetta verið. Já, Okkur fannst þetta voru konar netind 10, 100 fiskar í tonni, það var bara... Já, bara smátt. Já. Já. En það er svo sem allskyns vitleysa græddar sem við höfum tekið þáttmástu þegar við fengum að veiða síldina við Vestmannaeyjar sem var sognafull, já, sumargott síldin. sumargotssíldin. Já, Það var náttúrulega alveg fáránleg. Og það Já. var svo leiðilegt að veiða þessi greiti, það var ekkert fyrir þess að haft, sko. Hún lá alveg steindauð, sko. Já. Og þá átti þetta bara til þess að taka einhver hrogg, sko. En fannst ykkur skynsem í því þegar var leið síld þarna aftur og þeir fóru og tjölduðu til alls konar smábátum. Við áttum heilan flota nótaskipum. Já. Þá fóru þeir að veiði í regnit. Já. Munið, ég Já. þvílík, sko, Þvílík stjórnunar það var- kaos í því. það Það var- þetta við kostað. það var 1974-5, þá byrjuðu menn á þessu regnitum. Já, lengur voru voru svo litjast. Þetta var bara... Og voru svo að útbúa smábáta með nót líka. Þegar þetta var alveg... Þeir breyttu, sko, til dæmis á Hortnafirði, þá breyttu þeir öllum regnitabátunum í nótabáta. Já, já. Og þó þeir væri bara 100 tonn, 120-30 tonn. Þannig að þeir var búin hrist þetta úr þessu neti, þetta var bara grútur. Já, hauslaust og allavegana Marið og síldin. Þetta var nú stundaði nokkur ár, sko. Já, já. Nokkur ár, já. Mörg ár. En hvað heldur þetta við kostað þegar þú 6-7 áttir ár. græjur í þetta bara Já. tilbúið? Og það voru náttúrulega hristarar. keiftir rándýri hreistarar og Já, sem að hristu þetta og báturinn var allur löðrandi í hreistri. Það var alveg svakalegt að vera á þessu. Ég var eina vertið á þessu. Ég lenti í því í Breiðafirðinum, það var alltaf skemmtilegt að þá voru þeir kalla greinað á treilunum með regnet nokkur og þetta er nú, og það var þröngt og leiðilegt að kasta þarna, maður segi neitt og svo voru þeir kannski hún leggja þess að torfu sem var þetta kast í. Já, Þetta var svolítið svona, að menn voru svolítið orðljótir í talstöðuna já, og svo hringt í mig og niður frá LIU, ég vissi, ekki maður eitt vanur því að þá var hópur mönnu þar, ráðherra held ég og fleiri, já, að stúdera þetta. Ég þetta er bara eitt af þessi að talið, ég man ekki hver var í LIU þá. Og ég sagði, þetta er ekkert mál, bara leysa þetta í kvelli. Þeir koma að kalla neyri, þeir eru að taka þetta 1,5 tonn. Þeir bara vísa okkur á torfur, við kostum það og fyllum það og fylls okkur og förum. Það var alveg eins og ég hef farið bara með einhver... að Særingar, sko. gefa trillunum afgang. Ég mátti alls ekki hafa þessi svona, sko. Ég sagði, þetta eru stórskip hérna og þetta eru stórar verksmiðjur hérna fyrir austan, alveg á Vestmannaeyjum. Já, já,
og það ekki að láta einhverja smábáta stoppa þetta. Við bara stjælum í þá. Já, 2 tonnum og allir ánægðir. já. Þetta var nú lagað. Ha, Þetta var nú rétt af. Mér þetta er svolítið gaman að koma inn á eitt hérna og það talning á loðnu. já, Ég var við þetta alla minn starfsferil á sjó að við þetta og það hlutur sem að ég hefði aldrei vilja geta hugsað mér að taka að mér að reyna að telja loðnur. Og í þessu man ég eftir sérstöku dæmi. Þá vorum við sendir með 2 hafrannsóknarskipum og 4-5 skip að hjálpa þeim. Og við að leita og tökum Austfirðina og þetta farið mjög vel yfir þetta alls saman og svo förum við og stoppum við Hornafjörð og búið að leita á engin loðna, bara flauta þetta af. Gengur ekki. Heyrðu, var ég ekki með Hjalla á Hornafirði? Já, ég getur vel verið. Jú, Víkingur, Grindvíkingur og... Heyrðu, og svo býðum við þarna við Hornafjörð og þeir voru eitthvað að ráða ráðum sínum og ég uppi og kemur torfa undir og þá Sturla með börk og var á síld og ég kalli hann og segi, Stulli, komdu, alveg feikna torfa og hann kemur og kastar á loðna. Já. Heyrðu, svo erum við þetta kannski hálfan sólarhring og bara torfa eftir torfa sem að kemur þarna upp og við vorum nýbúnir að fara yfir allt svæðið og engin loðna. Þetta og svo í dag þá bara gefa það eru svona og svona mörg tonn. Já. Grímur. Þetta nú ekki nema hálfsvæðan sögð. Já. Torfa stækkaði alltaf þetta á vestar. Já. Það var að koma þetta föll dýpinn. Já. Og þeir nú konum flóan, þetta óhemju magn. Já. Og þeir fara út að leita, eða telja. Ég veit að Hrólfur var með. Já, hann fór með þeim. Já, og held ég hann að síðstari. Þeir voru alveg gríðarlega bjartsýnir, alveg nú bara sín í sólinn alveg dag og nótt á loðnusömmun en það var ekki eftir að gefa þetta út sem væri búið að rekna þetta alveg nokkur út í tölvunni og svo kemur niðurstaðan. Það var að fá kíló það sem var gefið út þetta á Hornafjörð áður, mínus veiðin. Mínus veiðin. Alveg upp á kíló. Þetta fannst mér þetta líka hlutur sem maður búinn að horfa á í gegnum ævina. Þetta á við allar tegundir. Allar tegundir, en maður kom kannski á eitthvað svæði og þar var sandbotn og svo allt í nú komið kargahraun. Svo kastaði maður í þetta og þá var þetta bara fiskur. En þarna silduður yfir þessi höfðingjar og þeir þú gast aldrei lesið á milli botnsins og fiskjarins. Og yfirleitt það var að ganga þarna upp að því að tógararnir voru konum undirbyrðin alveg loðan á lónu. Já. Sáum ekki neitt. Nei, þurfti ekki að sjá. Og svo annað í þessu með leitina þegar verið að leita sumri og þetta nú betri í dag eftir að konum með hátíðnimælana en fyrst þá voru þeir bara með látíðni og þá sástu ekki, þegar loðna var feitust, þá sást hann ekki á mælana því mælirinn hann sér loftbóluna í fiskinum en þá var, þegar hún var svona feit þá flaut hún svo vel og var engin loftból í henni svo var maður að kasta á eitthvað algjört tismi og bara mók við en þarna þeir gátu aldrei skilið á milla á þessu en þeir geta held ég reyndar í dag með hátíðni tækjón. Það aðeins betra og auðveldara hjá þeim með hátíðni tækjónum. Er það ekki? Jú, það sést alveg á þeim en þeir sáðu þetta ekki á gömlu tækjum, það var alveg á hreinu. Ég hef nú að ganna að þrasa, það alveg mannbætandi, sko. Já. Ég var voðalega kritiskur á þess að þetta loðnustopp þarna 80-83. Já, ég ekki hissa á því. Og það þeir sagði mér þarna, menn sem fóru á trolla, fyrir veist að hún kom bara ekki þess að förstu slóð sína. Og ég held að 83 hafi hringt 80.000 tonnar lóna hún ekki með það var hreikna 4.000 tonn. Nei, ég bara þekki þetta dæmi mjög vel. Ég var að róa úr Sandgerði og með net
út á hólun sem við köllum, norðvestur úr Eldeyni og þurfti að keyra yfir hafnaleirin sem við köllum út á höfnunum og áttina þarna út af Eldey og það var í heilan mánuð. Alltaf var maður að fara yfir torfur. Já, ég held að vera hægt að toga vitinn, þess vegna segir maður að sko þessi vísinda vinnubrögð eru svo gölluð og að þeir tristi sér til að gefa upp á kílógramm hvað mig veiða mikið í hverju tegund, það er svo óbúslega rátt. Vitni í það að 85 úr þessum mínusveifningu þarna veittum við útlendingar 1380.000 tonn. Það geta veitt miklu meira. Það bara var ekki ákastandi þetta í landi í það. Nei. Það er líka svo margt í þessu Grétar. Það er alveg sem þegar þú fannst nú fyrir okkur síldina þegar við vorum búin að tína henni fyrir austan og heldum bara að við varum búin að veiða úr stofninn og þá bentur þú okkur á að koma þarna vestur á Brjálæðarhrygg og sagði að það væri torfa við torfu og við vorum svona hálf andróðar en létum við svo hafa það og eftir það var stundu síldveiði eingöngu fyrir vestan. Það voru búin að færa sig bara hringin í kringum landið nánast. Nema að það hafi verið annar stofn, gæti það hafa verið? Það er alveg fræðilegt. Við töluðum ykkur tíðan það. En akkur er ekki gerðar DNA rannsóknir þá aðeins til að fullvissa sig það. En við töluðum það við Jón hérna ykkur tíðan þegar við vorum þarna. Síldin sem var fyrir austan var alveg ljónstig. En þegar við komum vestu fyrir, þá var þetta alveg, sóminn sjálfur eiga við það, hún var mikið spakari. En það getur líka legið í því hvort hún er í miklu æti eða ekki. Það eru ýmsar skýringar á því sem geta ráðið, en auðvitað hefði maður haldið að Hafrannsóknastofnun ætti að taka DNA sýni úr þessum fiskum og bera það saman. Hvort þetta séu sami stofnin eða annar stofn. Og þetta á við bæði þorskstofn og makrílstofn og annað. Menn er nú að tala að sé vestan ganga í makríl og þetta á við... Og þorskurinn sem kemur frá Grænlandi, þetta er þekkt alveg. Já, þeir eru að tala að sé einhver afbrigði af DNA afbrigði á þorsk í einhverju 15 eða 16. En er ekki eitthvað mikið lítil veiði núna í makrílnum? Jú, virðist vera. Höfum við ekki sett af okkur við að semja ekki eitthvað heldur en að lendi þessu? Það er alltaf spurning hvað menn gera. En við höfum náttúrulega samið okkur. Sömdum við ekki af okkur Jan Mayen svæði? Það er gaman að segja frá því að þegar við vorum á sumarlóðunni fyrst og normennir voru að sækjast í þetta og þá sendum við mann suður að ráðleggja ráðamönnum. Hvort að Bjarni fór á, það skiptir ekki máli og við sögðum Guðanabænum ekki semja við þá, það er ekki víst þetta standinum í 1 eða 2 ár. En við sömdum, svo hefur ekki verið nein sumar veiði núna, en þeir sita alltaf með kótan. En ef þeir hefðu farið eftir þessu samið ekki, þá væru þeir ekkert með okkur í þessum slag. En þetta báðum við manninum að fara með sem fór. Ég hef oft sagt það að við ættum eftir 3 landhelgisstríð. Við ættum eftir að berjast Jan Mayen, Svalbarða og rétt okkar á þessum svæðum og Rokkalsvæðinu. Þannig að þá er ég ekki að hugsa fiskinn á þessum svæðum, þó að hann væri kannski bónus. Heldur, núna eru norðmenn að fara í jarðvinnslu á botninum við Noreg. Það er, hvað vitum við eftir 50 ár, hvað er hérna að verðmætum 100 metrum fyrir neðan botnin. Og við vitum það óskaplega líka með Nójarna, þeir eru nú hérna ekki alltaf í messu, þeir fylgdu sér hérna hjá okkur, fóruð í Jan Mayen landhelgina og meldu sér þann.
Já, það er ekkert nýtt. Nei. Við gerðum þetta nú líka á sínu tíma. Það er allt annur hlýð. Þegar við vorum að veiða í Kattegatinu og tilkynntum það úr annar staðar. Ég held að það hafi verið mjög sjaldgæft og bara kannski einstaka maður. Já, og hann hefur verið fullur. Gæti verið. Nei, það er ýmislegt menn færðu til þeir voru að veiða í Norðursjónum vestur fyrir línu og svo færðu þeir sig austur fyrir línu og þar sem að var ekki kvóti eða annar kvóti. Það er alls konar í gangi og hefur verið. En það er náttúrulega kannski erfiðar í dag að gera það heldur. Því miður er það bara eiginlega ekki möguleiki. Nei, nú er þetta og horfur á þetta. Já. Hvað sagði Bóbi vinur minn og Sigurði þegar þeir komið nýja tæki sem allir sáu hvar þeir voru? Sést ég? Og þeir nýja staðstíkatæki. Ég vil ekki þetta tæki. Það kem ekki. En ef ég get séð hína og verið frýr þá var góður kallinn. Magnaða maður. Já, alveg stórkostlegur. Það var þessi. En það er til dæmis vekur alltaf furðu mína þegar Hafrannsóknastofnun tekur ekki afstöðu til veiðafæra. Tekur ekki afstöðu hvernig við veiðum fiskinn. Það finnst mér skrítið hjá stofnun sem að stjórnmálamenn og aðrir er að nota sem sinn helsta ráðgjafa hvað má veiða mikið, hvað má og hvernig má veiða. Að þeir taka ekki afstöðu til dæmis til þess hvort það er veitt í botntroll eða með krók, þorskur, ufsi. Já. Það er líka skrítið að þeir skuli aldrei hafa skoðun á flottrolli á uppsjávarfiski eða nótaveiði. Ég talaði nú mikið þetta við Hjálmar við minn. Ég var búin að, hann bauð mér þetta með, það var í mánuð hjá hann, það er að telja og ég var búin að sjá þetta núti í síldinni við Ameríku og ég var að segja að þetta var tilrauna veiði. Já. Til að nájarinn kemst ekki í það. Já. Og svo var hann með dragnautan í flónum. Já. Og hann sagði, ég skal segja það, að þessi loðna sem fer í gegn trollið, ég var náttúrulega bróðpartur af því, hún getur drepist í nótt eða eftir 10 daga. Þá er það að tala loðnuna sem smýgur möskvana. Og er skottuð á eftir. Hann sagði við mig, það er eina sem við getum gert sem við viti, það er að fylgjast með þróunni. Við vitum hvað við veit á hverju ári, þetta 600-700 tonn af miljón. Ef að fyrir að draga úr þessu, þá er ekki að kenna neinu öðrum, en nú er svo voðalegt að nú er hlýnun jarðar og það er að kenna því alvítum. Meðal annars, en er ekki óeðlilegt að æðsta stofnun sem er notuð sem ráðgjöf fyrir allar fiskveiðar skuli ekki taka afstöðu og mæla með einu veiðafæri frekar en öðru. Mér finnst, ef maður er að horfa á þessi troll, þá hef ég alltaf útskýrt það svoleiðis, ef þið takið rjómasprautu, hafið þið séð þær, eru þið ekki vanir í eldhúsinu? Já. Hvernig það er svona plastpoki og smá stútur á endanum. Settu göt á rjómasprautuna allavega, kreistu svo rjóman í gegn, fer ekki bróðupartur eða mikill meiri hluti út litlu götin fyrir ofan. Þetta er það sem skeður með trollið. Já. Og mikið af því er kannski laskað. Það sem fyrir út úr efstu möskvana, það er kannski allt í lagi, en eftir sem þrengist, það kemur alltaf skafl í pokan. Spurði hann hérna að þessu, hann sagði, við erum alltaf eitt í fullkomna rannsókn á því, sko. En það var einn fiskfræðingur mann og eitthvað hétt, ég var náttúrulega gleyminn. Hann var með loðnu fóstri í svona körum og tók hann alltaf upp eitthvað og mældi hana slægið og svo fór að hausta og hann sagði, ég veit ekki hvort það var út af því að kallur var
kalt á fingrunum og var í ulluvellingum og þá fór þetta að drepast alveg í hrönnum. Kannski þúlun ekki meira. Já. Það var sagt að síldin, þeir mætti ég missa. Við þekkjum það náttúrulega bara ef það Ég fer veit ekki, einhver smá 60% hreistur af af- síld að þá er hún dauð. svo Leið og út búin að þrengja að síld, Já, þá er hún dauð og trefst í nótinni. já. Sjáuð þá framkvæmdina þegar ég var að merkja síld hérna í fornöld. Já. Þá vorum við dingláðum í póka utan á bátnum, í kannski upp undir sólarhing. Það var fleiri 1000 síldar sem við merktum. Það var ekki eitt einasta hristur á henni þegar á þeim seinustu. Já, Og ef hún er dauð þá eftir smástund þá er þetta nú skekkt svolítið myndina. já. Heldur betur. En þetta finnst mér rosalega athyglisvert að Hafrannsóknastofnun Íslands, æðsta stofnun sem er ráðgjafi fyrir stjórnmálamenn og þá sem náttúrulega þekkja ekkert og vita ekkert sjávarútveg, sé að fara eftir þessari ráðgjöf. Þegar að stofnunin þorir ekki einu sinni að hafa skoðun á því hvort að eitt veiðarfæri sé verra heldur en annað sem við erum að nota við veiðar. Og þar á meðal er ég að tala annars vegar nót eða flottroll í veiðum á loðnu, síld, makríl. Ég hef alltaf furðað mig á því að hverju menn reyni ekki að veiða makrílin meira í nót. Það var alveg hunderfitt að veiða hann í nót. Það er svo erfitt að veiða hann. Já, Þetta gera normenn. Já, það er alveg hægt en það er erfitt, sko. Það er miklu setna. Ha, Það er miklu setna á já, haustinn. já. Þá vorum fann að þeppa þeirri torfur. Mhm. En Það var ekki heila hægt að ná henni hérna, sko, þegar magnetli var hérna. já, þetta er Þá held ég að hafi ekki verið hægt að ná henni nót. Ekki? Nei, ég held ekki. En sjónamiðin á þessu, þau eru sérstök og alltaf og ég hefði alltaf svolítið gaman að Sigurði Einarsinni, vinni mínum þetta í Vestmannaeyjum. Við vorum stundum aðeins að diskutera þetta. Þá sagði grípur minn, ykkur þykir svo gaman að veiða að það er eiginlega ekki hægt að treysta ykkur hvort sé mikið eða lítið. Hann held að það væri svo mikið þetta veiðeðli í okkur að við segðum kannski ekki alveg satt. Já, Það það er nú kannski einhver tilfinning í honum. En svo er gaman að minnast á eitt að stundum komu upp aðstæður þar sem var smá síld eða smálóna og átti ekkert að vera í því og einhvern tíðan hringdi ég í Sigurð og sagði honum frá því og hann sagði láttu mín skipi vita og senda á heim, láttu á koma. Ég gerði það en þeir sem það fóru margir heim og hættu þetta var bara á nælu við munum allir hvernig það var en þeir sem fóru ekki heim það voru þeir sem áttu bátarna sjálfir. Já. Þeir héldu áfram að veiða. Já, þeir fóru ekki. Það var svo ánægtið að nætundar við ætlum ekki að náðum inn, sko. Já, það bara hafðist valla. Þetta var alveg sko En maður. það var eitt líka og hérna við gáttum það hún alltaf fundir hjá Farmar- og fiskveiðisamtökunum við Jólun og Jós og stift niður og trollkallan og kallan og notakallan og við erum að ræða smál og ef við lentum í smálónu þá verður að taka sýni seglum við land og löndum sýni selt til Reykjavíkur og svo kom rannsóknarskip út og lokaði svæðinu kannski 10 dagar liðni frá því að við vorum að veiða þarna. Og allt löngu búið, sko. Löngu og ég Löngu farin af svæðinu. Við fengið bara að loka svæðinu sjálfur. Já. Þeir lögast alfarið mótið því af ró. En Þorsteinn Pálsson var hérna sjávarútvegsráðherra þá. Já. Og Árni, hérna var með hann á ráðningsstjóri í dag. Árni Ævar eitthvað. Og hann fannst þetta sinnsemi í þessu. Já. Og endaði með því að við, hérna, ef það eru 3 skipstjórar að senda inn lokunarbeini Já. á Hafró og Landhelgisgæsluna og Sjávarútvegsráðuneytið
og þá var bara svæðin lokað. Já, það þurfti bara 3 til. Já, það hefði verið 3. Já, Þetta hefur verið einn að dinglast Eitt búinn að fylla og berast bara að að loka. loka svæðinu. Já, en manni fannst svo skrítið sko að eftirlitsmennir skildi ekki geta lokað svæðinu þá nóttina já, því að eins og við þekkjum með þessar torfur að þær voru kannski framöndu 12 þá voru að farnar út af svæðinu já, en svæðinu var lokað í halvan mánuð. já, eftir. Já, En það er líka gaman að minnast á eitt með þessa eftirlitsmenn og þeir voru í kannski helvítis höng. Ég man eftir því að hafa farið og við vorum á síld þarna og við máttum taka 150 tonn. Það var bara skammturinn sem þeir vildu í landi. Og við erum einir á miðunum og það er eftirlitsmaður með mér og finnum við ykkur á torfu og köstum og allt og mikið. Og ég dæli þessum 150 tonnum og svo gæti ég ekki gefininu, það var enginn. Og ég var að henda því og ég segi, komdu hérna út í klukkan, horfðu á þetta og hvað ætlar að gera í þessu? Já, það er ekki hægt að gera. Þá var nýbúinn að segja mér að hann væri að góma hinn og þess að kalla mig plastpoka með flögum í. Já, En þarna voru ykkur 100 tonn og allt dautt og sleppt hent niður og bara fyrir sérvisku í þeim sem gerðu út því að þarna vorum við með kæliskip og á seinni árum þá fylltum við hann alltaf 700 tonn og svo bara unnið upp úr því í róliðutónum en þarna var sérvisk í þeim og vildu þetta ekki hann þorði ekki að segja eitt einasta orði við þessu já, en þannig og stóð við hliðin á mér og horfði á það. Þannig útgerðin að þrýsta á þig og maður heyrða bara 150. Það var bara bannið, þú mátt ekki koma með nema 150 og bara alls ekki, það bara þessi eina lest og ekki kíló fram yfir. Og hvað er ég að gera? Þú er bara að sleppa því. Þú áttir að dæla bara hínu í dallinn og í kælitangana og fara með það. Já, en það voru bara brottræðs. Já, ég veit það. Og þetta var ekki ég eitt, þetta vorum við allir sem máttum bara koma með svona skammta. Já. Lendi í ágætis standi þegar ég hótt vera eftirlitsmaður. Já. Þegar fleiri hundruðir tonna drápesta síld upp í Kolgrafafirði. Já. Þá fórum við þarna norður og frá Granda. Já. Vilja og fleiri og tveir niður í fjöru. Að fjörunni og þá voru 2 eða 3 konur það voru fréttarittarar og kalla tína síld í fötu. Hann fannst að allan gefa Stefánum eða að hafa ekki beint og ég var í svona blússu svartri og það var svona einhver merkti og ermónum. Ég lega bata niður þeirra og þær fyrir mig konur kallið hvort að ég sé frá hvaða fjölmir þetta hús. Ég ekki frá neinu fjölmiri, ég frá eftirlitinu. Og hér verður ekki tegnsett einasta kveisindi úr hérni nema en hafi kóta fyrir því. Hann bara stíla við kallinu. Já, það ekki. Þetta ég bara takki fötuna þetta og já, það er bara byrjunin á stærra afbroti og gaf mér kvæði. Endaði með því að ég sá að fara að kreppa hann hefa þá reyti ég bakk út úr þessu. Þá hættur að vera eftirlitsmaður. Þetta var fínasta síld þetta. Já, en hún bara drafst og varð engum til gagns. Þetta var náttúrulega alveg fáránlegt að ef ég hefði verið ráðumaður þá hefði bara opnað fjörðinn. Kom þetta á útfallinu, ég tók nú eiginlega allar með kóta þarna á lundinni, kom þetta á útfallinu og þá gaf maður tefnast inni. Ég vissi það þó ég sé nú ekki mjög... Þú ert að tala þegar síldin gekk inn í Kolgrafarafjörð. Já, það fór alltaf síldum fyrir brúna. Já. Og var stór torfaðar, ég veit það. Og þetta mann sem fór alltaf maður finnst mann að mæla þetta. Og en ég vissi það, þá villu færi að ekki myndi súrefnismagnið í firðinum aukast við að vera á rotnaðar 30-50 tonn. Nei, heldur betur ekki. En hvernig ætlaði að opna fjörðinn? Hvernig ætlaði að opna hann? Hún kom ekki út á öðru fallinu? Jó, kom yfirleitt alltaf út á útfallinu. Já. Þegar það féll út? Hefði bara opnað, eða bara leyft bara ótakmarkað við þarna. Já.
Það hefði ekkert skadað eitt eða neitt og bara orðið En það í tekið fyrir þessu þjóðina. kerfi sem við erum með ekkert svigrúm. Nei, Nei, það er ekki svo fyrsta Það- hugmyndi á þeim þegar þeir sáu þetta. Ég ætla að tala um að það drefst 30 stór fyrstu köfnun og það verður að minnka kvótann já, næsta ári. já, og það var gert. Ég man það nú ekki. Jú, það var það ekki. gert, jú. Sýkt, síld og skemmt og það var minkaðu kótinn á henni. Staðinn fyrir að, eins og sumir sögðu, veiðiði meira til að minka sýkinguna. Já. Því þetta er meðal annars út af því að hún er í of þéttum torfum Já. og of mikið af henni á litlum svæðum og sérstaklega eins og inn á Kolgrafara fyrir því. En maður var aldrei getað fengið skýringu á því af hverju hún gerir þetta. Það er enginn sem Nei. hefur vitneskju um það. En strákar, það er að styttast í þessu hjá okkur. Já, við fyrir Nú- gaman, við fyrir í neitt. Nei, þá bara sittur þú áfram. Það er í góðu lagi. En þið eru náttúrulega búin að vera í þessu, hvað voru þið mörg ár á sjó? 30, 40, 50? 50 ekki? 42 var ég. Hvað varst þú mörg ár til sjó? Ég byrja 14 ára. Já, og hvað er er það það? þá? Við erum hérna 76 núna. Já, þannig að þú ert komin með dálítinn árafjölda í þessu. Smá reynslu. Smá reynslu. Já. Já. Ég hátti 100 60 ára ár. reynsla. 60, Ef við tökum þig með það ekki komin 100 ári í þetta. Já, mikið meira. örugglega. Það er meira. Mikið meira. Ég er með 40, ég var í Gunni 42 með ár. yfir 60, það eru konur 100 hjá okkur tveim. Ég hef kannar á 50. Já, Já, þetta er. en þið hafið frá einhverju skemmtilega að segja, svona í lokin, sem að hefur hent ykkur út á sjó. Jú, ég þarf að þeir áttið sögu. Já, Af því að hann Krúsi sagði mér og ljúf alltaf í talstöðuna. já, Jú, hérna, ég manna að þetta var árið sem að við vorum á Vatnajökli, nei, hérna Snæfsjökli, Magnús Skarpjánsson og hans menn að taka um þeir Geimverum. Skúli Alexanders Já, var já, gætjóður já. og hérna, við erum að veiða þarna norður á Ákvæmsinu og það var alltaf þoka þarna, eiginlega gott veður og það var eitthvað á rétt hérna í Blómurhúskantinum. Já, Flestir af þessum bátum með lélega radara, ekki allir náttúrulega. Ég veist að Viðar og Vítík voru að skoða þetta lítið. Ég var alveg skítrætt við þetta. Og hringdi ég svo einhvern land í Landrækstjálna og segja frá þessu og þeir verður að koma að skjóta þetta helviti niður og hann tók andkvöfar að það mætti alls í skjóta neitt niður, þetta væri mengunarvarnarreglur að ég sé og ég segi að þeim að þá koma að hyrða þetta. og hvað var þetta? Hérna hlaði loðnustipp, keyrir á þetta, þá hægir það eitt á sig fyrir á botninum og allir döður á borð. Já, Og já, þeim hann verður bara að passa sig, það er allar einu að passa sig, og svo er ég svona töða við hana. Svo spyr að hefur eitthvað séð þetta? Já, Viðar og Vítík voru að passa og hérna sko þetta er svona sívalíkur, 5 metrar í þvermál og það voru tíru á hann og rimla fyrir þeim. Hvað segirðu? Og lifna hann heldur yfir mínu manni þannig og hérna, og veistu hvað þetta er? Já, ég veit alveg hvað þetta er, sagði ég. Hvað heldur þetta sé? Þetta eru markbúarnir. Þeir voru bensínu til þetta kallar þeir hann hetja það í kantinu. Og þannig sem ég hérna minnst að kosti 3 sólarring eða henni stef. Ég held að þetta verið búið upp á kæi og þóksöfn eftir sólarring. já. Þetta er efnagangur þetta er lítið. En svona borgar sig aðeins að bæti í sko. Já, svona, Annars hefur þeir aldrei komið. Það er aldrei komið í minni. Hérna, sagði maður markbúarnir væri búin að reka það fram og tilbaka við þröngan kosti í marga daga. en Jón, ert þú með einhverja skemmtilega sögu? Já, og með það margar skemmtilega sögublessaðast. Ég var svo sem maður ekki neitt sérstaka. Nei. Það er náttúrulega oft gaman af þessu þegar maður var að veiða sem helst. Já. Ég man nú eina. Já, Ég man eftir manni sem var gift upp 2 mönnum í Brimgarðinum fyrir utan Hornvörð. já, Já, það var nú ekki skemmt að segja beint. Nei, það var ekki skemmtilegt en það var
Það hafiðist. Það var, í hvaða tilfelli var það? Það var þannig að lóðsinn var að fylgja okkur út Já, og það var svo mikið brím þegar við komum fyrir pannina að lóðsinn var á undan okkur sko báturinn, einn maður í honum og hinn borð og það var svo mikið útfall að við náum ekki, komum ekki borð í lóðsbátunum þeim sem var borð hjá okkur. já. Og leikurum best svona hérna með ströndinni, alveg feiknilegt brím. Og þetta var ófært sko, það átti aldrei að fara með okkur hérna. Nema leikurinn fer þannig að lóðsbáturinn fær einhvern fjandann í skrúuna, þannig að hann verður úr leik og þá var næsta dagskrá að reyna að ná manninum. Já. Og við náðum honum við illan leik. Og ég skil ekki að þá hvernig eiginlega það tókst. Upp í broti? Já, upp í broti. Og ég hef aldrei séð svona sjói á ævinni sem að bruta okkur á skipinu. Og það er kannski skemmtilega í þessu að því allir, enginn dó, þeir fengu nýjan lóðsbát, hann fór upp í fjöru. Já. En við elstjóni sem var nú á Keflavík, ég var með skipstjóri á Keflavík þetta var, að þegar þetta var allt garð gengið að Keflvíkur kom með minni 1965 til landsins. Já. Að þá, þetta var nú svona rólinda maður, Eiríkur. Þá kemur hann upp og kveikir í pípunni og ég segi, hvar varst þú eiginlega, Eiríkur minn, meðan á þessu öllu stóð? Já, ég var nú bara þar sem að mér ber að vera. En það er nú annað, sagði hann. Ég er búinn að hafa málinga, fötu hérna niðri, eða kassa, með málingu og eins og svona til þess að snirti með vélarrúminu. Og hann liggur allt vélarrúm. Hann hefur aldrei hreyfst og þetta var 1980 og eitthvað sko. Þannig að maður getur ímyndað sér hvað hann lagðist. Já. En við skiluðum lóðsinnum og þeir fengu nýjan bát. Já, það er... Guði sé lof. Já, Guði sé lof. Þetta var skuggalegt. Já. En Grímur? Það er nú að litla að segja svona en ég man samt eftir einu að svona með því leiðilegra sem ég gerði og það var að semja verð. Já. Þeir var búið að fylla og maður búin að standa kannski í sólarhring og jafnvel 2 og ekkert mjög upprifinn. Svo þurftum maður að hringja í bræðslustjórana, hist og her og semjum verð á farminn. Já. Og þetta þótti með því verra sem ég gerði. Svo nefndi ég að við útgerðarmanninn, Sigurða, sko, hvort það væri ekki betra, ég hringdi bara í hann og hann myndi gera þetta. Já. Og hann var nú sleipur og þá sagði, elsku Grímur minn, við skulum láttir ekki detta það í hug. Ég væri aldrei svo dónalegur að fara fram á þetta verð sem þið að fá. Og þá var það útrætt. Herðu, strákar, ég þakka ykkur fyrir spjallið. Þetta er búið að vera gaman að ræða við ykkur þessi mál og þetta er svona kannski saga sem að ekki er mikið verið að tala þegar það verið að tala sjómennsku. Það er að segja nótaveiðar og uppsjávarveiðar almennt. En ég bara þakka ykkur fyrir spjallið og ég vil bara segja við áhuga fólk sem hefur gaman að ræða og hlusta á umræður sjávarútveg að styrkja stöðina alþýðu félagið sem á þessa stöð og rekur, sjáuð ykkur og gerið það mögulegt að þessi stöð verði til og haldi áfram. Takk fyrir.